Góðan daginn og velkomin á þennan rafræna íbúafund. Ég ætla bara að byrja á því að bjóða ykkur aftur velkomin og hugsa aðeins til þess sem að kom í fréttunum í gær, sem var önnur könnun, sem landshlutasamtökin gerðu á landshlutasamtök sveitarfélaga á Íslandi, þar sem Vestmannaeyjabær kemur mjög vel út sem búsetukostur og við erum líka afskaplega hamingjusöm og það er alltaf gott veganesti inn í veturinn að fá svona skemmtilegar niðurstöður. En mál dagsins er þjónustukönnun Gallups og ég ætla að fá að deila hérna skjánum með ykkur. Við reynum öll að vera bara pínu þolinmóð í tækninni og vonum að allt virki. En hérna er þetta komið og þetta er könnun, eins og þið kannski flest vitið, sem við höfum verið lengi með og verið með henni í langt aftur, 10-12 ár að minnstakosti, ef ekki lengur. En þetta er könnun sem er gerð til að kanna ánægju stærstu sveitarfélaga landsins og það eru gerðar samanburðarmælingar við það sem áður hefur verið mælt og gert, þannig að við berum svolítið saman stöðu okkar við okkur sjálf. Og hún er gerð í byrjun nóvember og til 20. desember og þetta er síma- og netkönnun og hlutfallið hér í Vestmannaeyjum sem er 156 er sama hlutfall og er tekið á öllum öðrum stöðum. Hérna fáum við svona aðeins samantekt á þessum spurningum sem spurt er um. Það er sveitarfélagið, hvernig staður er alltaf að búa á. Það eru 98% sem eru ánægð með sveitarfélagið sitt. Það eru 89% sem eru ánægð með aðstöðu til íþróttaiðkunar. 85% eru ánægð með þjónustu leikskólana og grunnskólinn er 82% ánægja með. Gæði umhverfis í nágrenni við heimilið þitt er 80%. Tæp 80 eru varðandi þjónustu við barnafjölskyldur í sveitarfélaginu og bara þjónustu sveitarfélagsins á heildina litið eru 80% ánægð. Eldri borgararnir eru 72% ánægðir, þjónusta við fatlað fólk er 70%, menningarmálin 63% og svo kemur þjónusta í tengslu við sorphirðu 52% og skipulagsmál almennt í sveitarfélaginu 52%. Svo eru þetta talsverður hluti sem er hlutlaus eins og þið sjáið, en það eru sorphirðan og skipulagsmálin sem er eins og hjá öðrum sveitarfélögum eru yfirleitt þeir málaflokkar sem mesta óánægjan er í kringum. En þetta segir ekki alla söguna, þessar prósentutölur, og hérna er mat á sveitarfélaginu og breytingu frá síðustu mælingu. Við erum aðeins að fara niður varðandi aðstöðu til íþróttaiðkunar en það er náttúrulega gríðarlega há einkunn. Það er hæst hægt að fá 5 og við erum núna með 4,4 en vorum með 4,6. Við stöndum í stað með sveitarfélagið sem stað til að búa á og erum að fá fína einkunn þar. Við erum að hækka okkur umtalsvert með þjónustu leikskólana sem er mjög spennandi og gaman og við stöndum í stað varðandi nágrenni heimilisins. Við lækkum örlítið varðandi þjónustu starfsfólk bæjarskrifstofana en erum að skora hátt þar. Við hækkum umtalsvert varðandi þjónustu við barnafjölskyldur í sveitarfélaginu og svo erum við að hækka með þjónustu grunnskólans, við stöndum í stað með bara þjónustuna á heildina litið, erum bara með á fínu róli þar og við erum að bæta við okkur varðandi þjónustu við fatlað fólk, förum aðeins niður í þjónustu við eldri borgara, en eru engu að síður mjög háð þar. Við förum niður varðandi það hvernig við sinnum menningarmálum
og ég held að það er nú flest sveitarfélög að lækka talsvert þar. Það var kannski hvað erfiðast að leysa á síðasta ári, að vera með mikið af menningarviðburðum í COVID-ári. Og svo eru skipulagsmálin, við lækkum aðeins þar og við lækkum líka í sorpinu. En nú ætla ég að fara með ykkur í svona hverja spurningu fyrir sig og fara aðeins yfir samanburðin í leiðinni. Hér er samanburður við sveitarfélögin og án þess að ég fari í gegnum alla spurningarnar aftur, þá erum við rauða línan og við erum allstaðar að skora hærra heldur meðaltal sveitarfélaga nema varðandi sorphirðuna. Og sums staðar erum við sko mjög hátt yfir meðaltalinu. En sorphirðan er eitthvað sem við þurfum að skoða. Og þá tökum við bara fyrst sveitarfélagi sem stað til að búa á og við stöndum í stað frá því í fyrra, en það er greinilega svolítið meiri þyngd í þessari könnun varðandi við erum að koma út úr erfiðu ári og við erum að hækka okkur upp 4 sæti frá því í fyrra með því að standa í stað með þessa einkunn og erum nú í 4. sæti af þessum 20 stóru sveitarfélögum sem taka þátt í þessa könnun. Varðandi hversu ánægður eða óánægður fólk er með skipulagsmálin almennt í sveitarfélaginu, þá förum við aðeins niður þar eins og ég sagði áðan og það er örlítið að hækka óánægjan hjá okkur sem við þurfum að sjálfsögðu að huga að. En við erum samt ennþá í sama sæti. Við erum ennþá í 5. sæti með ánægju varðandi þessi 20 sveitarfélög. Og skipulagsmálin eru alltaf eitthvað sem er oft erfitt að gera öllum til geðs og öllum til hæfis, en það er eitthvað sem við bara munum halda fram að vinna í, en staðan er svo sama, við höfum verið undanfarin 4 ár í 5. sæti. Ef við skoðum svo umhverfið í nágrenni við heimilið þitt, að þá erum við í 3. sæti af 20 sveitarfélögum og erum að hækka okkur upp 1 sæti. Við erum búin að hækka okkur upp úr 7. sæti frá 2018. Þó svo við séum með sömu einkunn þarna, þá erum við samt að hækka með önnur sveitarfélög. Þannig að það er jákvætt. Og þá komum við að þjónustu við barnafjölskyldur í sveitarfélaginu. Eins og sést á þessu grafi þá höfum við verið að hækka okkur jafnt og þétt og við erum með 3,3 í einkunn 2016, 15 og 16, en erum núna komin upp í 4,1 sem er mjög hátt og það er engin mjög óánægður í sveitarfélaginu með þjónustuna. Það er mjög lítil óánægja, frekar óánægja, en það er talsvert margir eins og það sést frekar ánægðir og ánægðir og enda erum við komin upp í 4,1 og við erum í 1. sæti á landinu með ánægju íbúa með þjónustu sveitarfélagsins við barnafjölskyldur. Og við erum að fara upp 4 sæti frá því í fyrra og við erum búin að fara upp úr 10. sæti frá því 2017. Þannig þetta er bara frábært og gott veganesti fyrir okkur, en að sjálfsögðu áttum við okkur á því að við getum alltaf gert betur, en þetta er gríðarlega ánægjuleg niðurstaða. Og þá komum við að grunnskólanum. Við erum örlítið að hækka okkur með grunnskólan eins og sést á þessari glæru, en það eru örlítið fleiri óánægðir. En við erum samt sem áður að hækka okkur talsvert með önnur sveitarfélög. Eins og ég sagði áðan, það hefur árið verið þungt og það er greinilega sums staðar meiri óánægja með grunnskólan, en við erum ekki að verða vör við það hér og erum að hækka okkur upp 3 sæti, erum komin upp í 5. sæti, vorum í 8. sæti í fyrra og það er bara vel og bara mjög ánægð með það á þessu ári sem að allt var bara svolítið flókið hjá okkur. Þá komum við að leikskólanum og þar erum við að hækka okkur úr einkunn úr 4 í fyrra upp í 4,3 og bara svo ég minnist á það gráu súlurnar sem eru fyrir neðan rauða línuritið sem er efst á glærunni, það er landsmeðaltalið.
og þið sjáið að landsmeðaltal leikskólana er einkunnir 4 en við erum hér með 4,3 og það er 50% að öllum þeim sem svara spurningunni eru mjög ánægð með leikskólann en 85% eru ánægð eða frekar ánægð. Þannig þetta er mjög góð einkunn og mikil ánægja, enda erum við að hækka okkur upp 6 sæti og erum í öðru sæti af öllum sveitarfélögunum 20, sem er gríðarlega góður árangur. Leikskólinn okkar var í 11. sæti 2017, þannig að það er mikið búið að gerast og bara frábær árangur og gaman að sjá þessa þróun með leikskólann. Og þá komum við að aðstöðu til íþróttaiðkunar. Við höfum nú verið í 1. og öðru sæti, bara held ég síðan ég veit ekki hvenær, en við erum í öðru sæti núna. Við vorum í 1. sæti fyrra og við sjáum að einkunnin fer niður. Það eru fleiri sem eru frekar óánægðir hjá okkur en voru í fyrra og það er þá bara verkefni til að skoða. En við erum í öðru sæti eins og ég áður sagði og lækkum 1. En staðan er einfaldlega þannig að við erum samt með gríðarlega háa einkunn. Landsmeðaltalið er 4 og við erum með 4,4 þannig að við erum á góðum stað en það er auðvitað alltaf hægt að gera betur. Og þá er það þjónustan við eldri borgara. Og við sjáum við erum töluvert yfir landsmeðaltali en hann dettur niður 0,1 frá því í fyrra. En við erum með 3,9 sem er mjög góð einkunn og við erum í öðru sæti, í öðru sæti sem er sama sæti og við vorum í fyrra með þjónustuna. Og það er 1 minna sveitarfélag fyrir ofan okkur sem er það sama og var í fyrra. En við höfum verið að hækka okkur jafnt og þétt, vorum í 7. sæti 2018 og vorum í öðru sæti í fyrra og öðru sæti núna. Þannig að við bara höldum áfram á þessari góðu vegferð hér líka. Og þá komum við að því hversu ánægð eða óánægð fólk í sveitarfélaginu er með þjónustu við fatlað fólk og þar höfum við verið að bæta okkur mjög mikið frá 2016. Það hefur alltaf verið að stíga upp eins og sést á þessum glærum og svo erum við erum í 3,2 2016 en við höfum farið stighækkandi og erum komið einkunnina 3,9 og eins og þið sjáið á gráu súlunum þá er 3,4 einkunnin sem er landsmeðaltalið, þannig við erum nú umtalsvert yfir því og við erum í 1. sæti af öllum sveitarfélagunum í einkunn með þjónustu við fatlað fólk sem er bara frábært og erum búin að koma úr 9. sætinu 2017 og erum komin í 1. sæti núna 2020 sem er frábært en það eru alltaf, eins og ég segi, það er alltaf næg verkefni framundan en við höldum áfram á þessari góðu leið. Þá komum við að menningarmálunum sem ég kom aðeins inn á áðan. Þarna lækkum við aðeins og ég vil nú svona kannski aðeins ýta því á COVID-ið. Við erum í 4. sæti í þessum málaflokki en við bara höldum áfram að gera vel en við erum samt yfir landsmeðaltalinu en vorum í öðru sæti eftir afmælisárið okkar sem var náttúrulega mikið að vera. Og þá komum við að sorphirðunni. Sorphirðan er það sem kemur langverst út hjá okkur í þessari könnun og er eitthvað sem við þurfum virkilega að skoða. Það eru mjög fáir ánægðir með sorphirðuna og hefur verið lengi en við hækkuðum svolítið í fyrra. Við erum búin að vera mjög lág eins og sést á glærunni og erum undir landsmeðaltali og búin að vera undir landsmeðaltali eins langt aftur á þessar súlur ná 2014 og þetta er eitthvað sem við bara þurfum virkilega að vinna í. Það hefur samt verið jákvæðara í kringum sorphirðuna og ýmislegt í tengslum við þetta hjá okkur en þetta er virkilega eitthvað sem við þurfum að taka á og væri gott ef það yrði bara rætt svolítið í umræðuhópnum á eftir. Og við erum að vinna umhverfisstefnu þar sem á að taka talsvert á þessum málum.
En við erum sem sagt í síðasta sæti í þessu sem sama staða og við vorum í 2017 sem bara ekki góður staða til að vera á. Þannig að við getum sett okkur markmið með að bæta okkur þarna. En þá tölum við hversu ánægt eða óánægt fólk með þjónustu sveitarfélagsins á heildina litið og þar erum við yfir landsmeðaltalinu og þar örlítið meiri óánægja heldur en var í fyrra. En við höldum okkur samt á sama stað og við erum í 7. sæti, það sama sæti og við vorum í fyrra. Sveitarfélagið hefur verið að smá hækka sig úr 12. sæti frá 2017 og í 7. sæti núna, þannig að það gott að setja sér markmið með að geta bætt enn meira í hérna. Og þá komum við með varðandi bæjarskrifstofurnar, hvort þú hefur haft samskipti við bæjar- eða sveitarstjórnarskrifstofu sveitarfélagsins á síðustu 2 árum. Og eins og þetta línurit sýnir að þá fólk farið að nýta sér netið umtalsvert í gagnaöflun og svona, en það samt sem áður rétt rúmlega helmingur af þeim sem tóku könnunina hafa haft samband og þar lækkum okkur örlítið í einkunn en erum talsvert yfir landsmeðaltali og þarna erum við í öðru sæti aftur. Við vorum í 1. sæti í fyrra en erum í öðru sæti núna og bara góður árangur og ég vil hrósa starfsfólki sveitarfélagsins fyrir að standa sig svona vel í að svara erindum bæjarbúa. Og þá erum við komin í gegnum þessar svona hefðbundnu spurningar en það hérna aukapakki sem ég ætla að fá að renna þessi gegnum nokkra glærur og það tengt COVID. Það var spurt út í það hversu góður eða slæma telur þú fjárhagsstöðu heimilis þíns vera. Og ég ætla bara að taka súlurnar, ég ætla ekki að taka niðurbrotið, þið getið kynnt ykkur það bara eftir fundin að því glærurnar verða aðgengilegar. En þið sjáið að þetta örlítið jákvæðara hérna hjá okkur, einkunnin heldur en á landsvísu. Það eru færri sem eru með teljana slæma eða frekar slæma heldur en annars staðar á landinu, þannig við erum aðeins hærri þarna. Með 3,8 meðan sveitarfélögin í heild eru með 3,7. Þannig ég ætla að fá að hoppa svo yfir þessar 2 og svo hérna horft til næstu mánaða, telur að hún muni batna eða standa í stað eða versna og þar erum við bara á sama stað í rauninni og sveitarfélögin í heild sinni. Það eru bara flestir sem teljana standa í stað og það eru einhverjir, 9% sem telur hana í rauninni geta versnað. Og svo hérna spurning varðandi starfsöryggi fólks í Vestmannaeyjum og við erum aðeins yfir, talsvert eða svona nokkuð yfir landsmeðaltalinu þar. Það eru færri sem hafa áhyggjur af starfsörygginu hér í Vestmannaeyjum heldur en á landsvísu. Ég ætla að stökkva yfir niðurbrotið, það bara hægt að skoða það hérna á eftir. Og svo það hérna síðasta glæran. Og það snýr að því hversu ánægður og óánægður ertu með aðgerðir sveitarfélagsins vegna COVID-19 og eins og sést á þessum súlum þá erum við langt yfir landsmeðaltali og það virðist vera mikil ánægja með viðbrögð sveitarfélagsins hvernig sveitarfélagið tók á þessu í vetur og það var nú ekkert lítið sem gekk á hérna hjá okkur í vetur í fyrstu bylgju þannig að þetta mjög ánægjulegt fyrir okkur sem störfum fyrir sveitarfélagið og stýrum því að fá þessi viðbrögð og sveitarfélagið Vestmannaeyjar var langefst varðandi ánægju með viðbrögð við COVID. Þannig að við vorum í 1. sæti þar, nokkuð yfir næsta sem kom á eftir. En þá hef ég lokið þessari yfirferð yfir þessa kynningu og ætla að biðja hann Hallgrím að taka við skjánum að ég ætla að fara yfir fyrirkomulagið sem tekur við. Og Hallgrím ætlar að deila fyrir okkur hérna upp á skjáin nokkrum PowerPoint-glærum
sem útskýra framhaldið og það er þessi svokölluðu umræðuherbergi og þau eru 5 og formenn í þeim ráðum sem að umræðuherbergin heita eftir stýra umræðunum og því miður býður kerfið ekki upp á það að flakka á milli. Og ef allir fylgjast bara með hérna neðst án þess að fikta þá stendur breakout rooms hjá öllum neðst í stikunni. Það er það sem að ég bið ykkur að fara inn í á eftir. Þú mátt setja á næstu. En við kíkjum bara á hvað er undir hverju. Það er bæjarráðið og þið sjáið það er þjónustan í heild sinni, það er starfsfólkið, það er hvernig sveitarfélagið sinni menningarmálum og hvernig staður sveitarfélagið ætla að búa á og COVID-ið. Þeir sem vilja ræða þessar spurningar fara í bæjarráðið. Svo erum við næst með fræðsluráðið og það snýr að grunnskólunum, leikskólunum og barnafjölskyldunum. Þannig ef að þið hafið áhuga á að ræða það, að þá veljið þið það í herbergjunum á eftir. Svo er það fjölskyldu- og tómstundaráð og það er íþróttaiðkunin með aðstöðuna, það er þjónustan við eldri borgarana og það er þjónustan við fatlað fólk. Og svo auðvitað er opið að ræða það sem er undir þessum málaflokkum. En þetta eru svona spurningarnar sem liggja til grundvallar. Svo er framkvæmd og hafnaráð. Þar getum við rætt sorphirðuna, hún er þar undir, og svo almenn umræðu skipulag og hafnarsvæði og höfnina. Það er undir, og svo er umhverfis- og skipulagsráð og það er varðandi gæði umhverfisins í nágrenni við heimilið þitt og hversu ánægður eða óánægður þú ert með skipulagsmál almennt í sveitarfélaginu. Þannig nú ætla ég að biðja ykkur að fara hérna niður í það stendur breakout rooms og þið ýtið á þann takka og þá hoppar upp listi þar sem þið getið valið bæjarráð, fjölskylduráð, fræðsluráð, umhverfis- og skipulagsráð og framkvæmd- og hafnaráð og þið veljið join og farið inn, takkan til hliðar. Og þá farið inn í það herbergi og svo verðið þið sótt tilbaka þegar við lokum þessu. Þannig endilega veljið ykkur það herbergi sem þið mynduð vilja sita í og ræða. Takk fyrir í bili og við hittumst svo aftur hérna á eftir.
Heyrðu, þá held ég bara að ég sé komin tilbaka. Við erum öll svolítið að æfa okkur í þessu, af því þetta er nýtt fyrir okkur allavega hérna hjá Vestmannaeyjabæ. Við höfum ekki áður verið með svona rafrænan íbúafund og eflaust fyrir marga dálítið flókið, en allavega þetta gekk og ég bara þakka þeim fyrir sem að tóku þátt og niðurstöðurnar úr umræðunum úr herbergjunum verða svo teknar fyrir inn í ráðunum og líka niðurstöður kannanirnar á næstu fundum og þá munu ráðin fjalla þá þætti sem komu vel út og þá þætti sem við getum bætt okkur í og jafnframt taka inn punkta sem koma úr herbergjunum ef að það eru einhverjir punktar sem eru og menn vilja leggja fyrir ráðin. En annars þá bara þakka ég kærlega fyrir og þetta var, eins og ég segi, ágætis tilraun. Takk fyrir að vera með okkur í þessu og við getum bara verið svolítið stolt og ánægð af sveitarfélaginu okkar, en við áttum okkur öll á því að við getum alltaf gert betur og ég vil bara þakka fyrir samveruna í dag.